Já, það er 4-1 tap hérna á Leiknisvellinum. Hver eru þín bara fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, bara gríðarleg vonbrigði, bara sjálfsögur. Þetta var klárlega ekki það sem var lagt upp með hérna fyrir leik og mér finnst búin að vera bara góðu stígandi í leik okkar. Mér finnst við nú ekki alveg byrja þetta mót nægilega vel, en mér finnst búin að stíga þetta í síðustu leikum hjá okkur og einhvern veginn vera nær því sem við viljum gera. En svo kemur náttúrulega þetta og þessi fyrri hálfleikur er náttúrulega bara eitthvað ótrúlega sem ég séð. Ég vissi það ekki að við ætlum að setja bara í gjafaleik FM hérna í fyrri hálfleik en það er akkurat sem við gerum. Við gáum ekki svona 3 mörk hérna og það er bara högg og það er bara erfitt fyrir okkur sem eru fyrir utan að horfa á eitthvað svoleiðis en það er bara því miður var staðan og við reyndum að koma tilbaka í seinni og sköpum okkur fullt af færi til að skora og skorum hana mark en þetta var bara erfitt eftir fyrri hálfleik. Svo segir þessi leikur nálægt að vera búinn í hálfleik. Hvernig fer maður inn í hálfleik í svona leik og hvað sagðir við strákunum? Já, það er bara, maður vil bara sjá úr hverju mínir leikmenn eru gerðir. Þegar þú slegið svona niður að þú bara láta berja það niður og aldrei standa upp eða alltaf standa upp og reyna að gera eitthvað og við fannst svona seinni hálfleikur náttúrulega mun betri þetta nær því sem við ætlum að gera fyrir leik en ég held að forskotið var orðið of mikið að það var kannski erfitt að ná einhverju út þessu. Það eru 7 leikir búnir á móti núna, 4 sigrar, 3 töp. Frammistaðan í kannski sigurleikunum ekki verið kannski eins svona samfærandi að þið hefði viljað. Hvernig svona metur þess að byrjun á mótinu? Já, bara eins og ég sagði áðan, mér finnst það búin að vera bara góðu stígandi í leik okkar. Ég er alveg sammála því, mér finnst þetta ekki búin að vera eitthvað mjög samfærandi fyrir okkur en ég er búin að sjá það að þetta er búin að vera nær því sem við viljum gera. Þannig að fá þetta einhvern veginn högg hérna alltaf þessi fyrri hálfleikur það er bara mjög erfitt að kyngja því. Ég sagði áðan bara ekkert eðlilega vonsvikinn með mína leikmenn í dag hérna og það er erfitt að kyngja þessu. Þið tapið á útivelli og vinnið á heimavelli, 11 mörk á okkur í 3 útileikjum. Er það eitthvað til að skoða, eitthvað til að áhyggjur af? Já, sjálfsög. Þegar þú nefnir þetta svona, þá er þetta náttúrulega erfitt. Þetta er vont. Jú, við erum frábæra á heimavelli en ef við ætlum að gera eitthvað til, þá þurfum við að gera eitthvað útivelli líka. Þið fáið afturöldingu heim að sækja, eða þið fáið afturöldingu heim í næsta leik. Þið farið væntanlega brottir inn í þann leik í Kórnum. Já, þá erum við komið heim, þá erum við svo frábæri þar að ljótu að vinna það.